Góði gestir, velkomin í leik Víkings og Hauka í Hólisdeild karla. Við ætlum að byrja á að kynna lið gestana. Númer 16 Magnús Gunnar Karlsson. Númer 27 Aron Elvarsson. Númer 2 Tjörvi Þorgeirsson. Númer 3 Geir Guðmundsson. Númer 4 Adam Bamrú. Númer 5 Þorfinnur Máni Björnsson. Númer 8 Atti Már Bárusson. Númer 10 Heimir Óli Heimisson. 11 Stefán Rapp Sigurmannsson. 13 Darri Aransson. 14 Andri Fannar Elísson. 15 Andor Ingi Jónasson. 18 Sigurður Jónsson. 19 Róbert Örvarsson. 55 Þráinn Óli Jónsson. 77 Jón Karl Einarsson. Þjálfarar Hauka í dag Aron Kristjánsson og Einar Jónsson. Þá byrjar í heimamanna númer 1 Jóhann Kukuba. Númer 12 Sverrir Andrésson. Númer 2 Guðjón Ágústsson. Númer 4 Benedikt Skarphéðinsson. Númer 5 Arnar Gauti Grettisson. Númer 8 Arnar Steinn Arnarsson. Númer 9 Halldór Ingi Óskarsson. Númer 10 Styrmir Sigurðarsson. Númer 11 Jóhann Reynir Gunnlaugsson. Númer 17 Ólafur Guðni Eiríksson. Númer 19 Andri Ófeigsson. Númer 21 Jón Hjálmarsson. Númer 27 Gísli Jörgen Gíslason. Númer 33 Jóhannes Berg Andrason. Númer 42 Hjalti Már Hjaltason. Númer 54 Arnar Huginn Ingason. Þjálfarar Inga í dag Jón Gunnlaugur Ríkosson og Andri Berg Haraldsson. Til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróttum í huga viljum við ykkur áhorf góðir að styðja liðið með háttvísi í huga og sýna jákvætt hugafar gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir. Við minnum á að það er grímuskylda, ekki glímuskylda. Góða kvöldið, nú fer leikur Víkinga og Hauka senn að hefjast hér í 7. umferð Hólisdeildar karla. Það verður gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast. Hér í kvöld Tjörvi Þorgeirsson hérna á miðinni, Darri Aronsson vinstra megin, Geir Guðmundsson hægra megin. Þetta er svona hefðbundin uppstilling hjá þeim. Andri Dagur byrjar hérna krafti varnarlega. Já, andilega klippir hérna Geir. Geir aðeins og tímasetningin í klippingunni ekki alveg nægilega góð. Dómarar leiksins í kvöld Sigurjón Þórðarsson og Ingvar Guðjónsson. Gaman að sjá Sigurjón aftur í dómgæslu. Að sjálfsögðu voru þetta skref á Tjörva. Jóhann reynir opinn á ruðningur. Jói
Já, Jón Karl Einarsson skoraði þetta fyrsta mark leiksins. Hérna hefði Jói Berg geta fiska ruðning með meira látbragði. Jóhann Reynir hérna á miðjunni, Andri Dagur kemur hérna inn á miðjuna. Þetta held ég fyrsta skipti sem hann byrjar sóknarlega. Þetta hárrétt hjá Sigurjóni Þórðarsyni. Annar varnarmaðurinn stóð inn í teig. Og Jóhann Reynir skorar af miklu öryggi. Já. Frábært undirendaskot hjá Darra. Geir kennir sér eitthvað meins hérna í öxl. Geir á það svolítið til að keyra svolítið mikið inn á miðjuna og aðeins svo langt á köflum. Að mínum mati. En kom ekki að sögja hérna. Hann skoraði gott mark Darri. Benedikt Elvar hérna. Og þarf hann að vera grimmur. Það er mikill hæðar og styrtamunur á honum og þristapari Hauka. Já, þetta verður. Haukarnir eru eins og sé afar hávaxnir og þungir og hraustir. Þeir spila grimmt á sínum styrkleikum. Hendi komin upp. Og Benedikt með skot í stöngina. Já. Haukakast hérna. Nú eru Haukarnir einu fleiri. Tjörfi gefur skipanir hvað skuli spila í yfirtölunni. Fer vantarlega hérna í síðan. Nei. Já. Tvær línur komnar. Já, Darri fer aftur inn. Já. Tveggja mínútna brottvísun á Arnar Huginn Ingason. Haukarnir gerði þetta vel í yfirtölunni. Darri gaf á Tjörfa á listinn. Og komið síðan langa bolta yfir. Spurning hvort að Geir hefði ekki mátt gefa niður í horn. Hvort að það hefði verið betri valmöguleiki, en allan að hann fekk vítakast. Það hefði verið öllu fyrir Haukana. Stefán Rafn öruggur sem fyrr á punktinum. Já, mér sýnist svona að vera einhver hálfgerður skrekkur hérna í leikmanni Víkings, okkar mönnum hérna í byrjun leiks. Haukalið, þetta er svakalega massíft lið. Fílraustir eins og ég sagði á hann og með mikla hæð. Já.
Aron Rafn bara einfaldlega mættur í nær og í millihæðina var fórskotið. Já. Það var vel gert hjá Geir að sjá hornið. Já, þeir fara aftur í það sama. Núna kom Tjörvi með variant B að koma með hann í horn en Halldór Ingi Jónasson óuppinn skýtur hérna í slána. Já. Óli, góð hjálpavörnenda hjá Haukunum. Heimir Óli mættur með Tjörva. Tjörvi stendur bakkar hann hérna núna. Boltan yfir Arnarsteinn. Áfram, Landon flæða. Óuppinn. Mjög góð hugmynd hjá Jóhanni Reyni. Munaði ekki miklu. Frábær sending hjá Darra og Heimir Óli snýr. Það var faglegur snúningur hjá honum. Sneri vel og kláraði vel. Já, eins og ég sagði á hann, bara eins og Mersi hálf stressaður að mæta Haukunum hérna, að svona fyrsta einhvern veginn vera á líkastjáningu leikmanna. Óli kláraði þetta drengur og Aron Rafn verið vel. Nú þurfum við að skila okkur heim. Aftur var Geir of lengi að gefa boltan. Já, staðan þetta 4-1, 7,5 mínúta búin að leiknum. Það fara hérna í Júka vinstri og vantilega. Já, Jói með hann, boltan strax yfir, ekki. Já. Algjörn samskiptaleysi. Þarna hjá Jóhanni Reyni og Óla. Hugmyndin var góð. Jæja, Jóhann. Nei, Stefán klárar aftur vel. 5-1. Já, flott, boltan yfir. Já, hérna hef ég bara viljað að boltinn gengi 3-4 svona viðbót. Við myndum fá einhver opnun. Við verðum að spila breytt á móti svona öflugri þristablokk. Hávaxnir hérna, nákvæmlega. Verðum að reyna að keyra milli 1 og 2 og reyna að opna hornin líka. Reyna að tossa þristan eitthvað aðeins út. Já, við erum komið 1 mark eftir rúmlega 10 mínútur. Það er Jói óuppinn. Já. Algjörlega frábær bolti hjá Jóhann, en
Hugsanlega fór Arnar Steinn bara of nálægt teignum. Það erfitt í hraðalöpi þegar kemur á mikilli ferð. Ég tala nú ekki um á móti svona hávöxnum markmanni með langar hendur og langar lappir að fara mjög nálægt teignum. Það kannski bara ágætt að hoppa upp á milli punktalínu og vítapunkt. Já, það mikill skrekkur í mönnum hérna í byrjun. Bara 1 mark á 10 mínútum, menn þurfa að ná hrollinum úr sér og aðeins að núlstilla sig núna í leikliðinu og koma á fullu krafti. Teima aðeins, hreyfa aðeins þrista blokkina hjá haugunum og reyna að klippa vörnir eitthvað sundur. Já, við þurfum líka að reyna að finna svolítið Óla inn á línunni, láta hann aðeins kljást hérna og reyna. Það þungt í honum bundið og hérna að ná í svo sannarlega getur alveg barist við þessa þungu dreka hérna í haukavörninni. Gott Jói og Arnar Steinn. Hérna nákvæmlega Arnar Steinn. Frábært. Hérna gerði það sem ég var að tala um áðan í hraðalöpi að fara ekki alveg of nálægt vítateignum. Þá maður bara kominn algjörlega ón í andlitið á svona hávöxnum markmanni eins og Aron Rafnir. Já, tvær línur. Já, fín hjálpavörn hérna hjá Andra og Jóa. Já, við verðum að reyna að forvinna línuna þó þetta sé mjög erfitt. Þetta einn af helstu styrkleikum haukana. Stórir og þungir línumenn sem að taka sér stöðu á mun léttari varnarmönnum. Erfitt að eiga við á. Síðan eru við með menn eins og Tjörva og Darra sem geta matað línumennina. Það var Halldór Ingi Óskarsson kominn inn á en þá í 3. flokk. Já, Jói með mikið pláss. Dóri þarf að rykkja. Aftur fara þeir sama. Já, Benedikt á erfiðleikum að mæta þessum. Já, frábært mark hjá Benedikt Elvari. Gott stöðuskot, 3-6. Þetta þarf hann að gera meira af og takta vel inn í leikinn. Fara áfram í þessi stöðuskoti, undirhaldskot. Það er erfitt fyrir hann að fara oft 1 og 1 á menn sem eru 2 metrar og 110 kíló. Já, áfram. Halda þær áfram að móka inn á línuna.
Algjör tröllkallabolti sem við spila oft á tíðum og eðlilega. Lið spila bara á sínu styrkleikum. Það eru margar leiðir í þessu. Tjörfi. Frábær sending á Tjörfa. Horfir eins og sé að fara að gefa í hægri skíttuna og kemur no look inn á línu. Mókar hann yfir öxlina á varnarmanninum. Líklega einn af þeim leikmönnum í deildinni sem með mestan leikskilning og auga og sens fyrir leiknum. Tjörfi Þorgeirsson. Já, áfram. Góð hugmynd hjá Benna. Munaði ekki miklu að hann væri búinn að tróða honum inn á Arnar Stein. Já, Jóhann bara upp með þig. Já. Spurning með vítakast, ég veit það ekki, þetta er á Jói. Já, ég hef bara viljað að Benni myndi losa hann yfir á Jóa, hann er búinn að draga frá fyrir Jóa, Jói með mikið pláss. Já, hárrétt, ruðningur og ekkert annað. Staðan 3-8 eftir rúmlega 16 mínútur. Geir Guðmundsson skiptir hérna fyrir Atla Má Bárusson. Haukar með ansi breiðan og öflugan hóp. Já. Áfram Jói. Já. Þarna var hann að reyna að koma honum inn á línuna. Skjóttu bara. Já. Jói á bara að fara í nákvæmlega Gulli kallar inn á. Áfram. Já, Benni sækir stundur svolítið beint á varnarmann í staðinn fyrir að fara meira til hliðar og þá hefði hann fengið séns á að losa þessi boltan yfir. Já, nú skiptir Heimir Óli væntanlega. Nei. Þráinn Orri Jónsson byrjar að gera sig kláran. Já. En frábælega gert hjá Tjörfa. Hann bjóð þessa sókn til, fekk í sig 2 varnarmenn og klippti skittunni inn. Þá opnast plássinu með einn. Halldór Ingi Jónasson klikkaði þarna í horninu. Annað færi sem hann klúðrar.
Glæsilegt, virkilega gott skot hjá Benna. Algjört instant replay frá markinu áðan. Stígur fast í báða fætur og skýtur yfir hausinn. Adam Bamrúk. Frábært mark hjá Adam. Þegar hann fær skrefin sér þrjú og lyftir sér upp, þá var hann illviðránlegur, hefur ekki reynda náð því flugi sem var hérna ætlast til á honum fyrir 4, 5, 6 árum. Þessu ekki meiðsl sem spila þar eitthvað inn í. En eins og ég segi, það var svona reiknað með hann eftir 2014-15 tímabilið eitthvað það leitið. Það var bara búist við að hann myndi fara strax til Þýskalands, en hann hefur ílengst hérna heima. Áfram, spila boltanum yfir. Glæsileg sending hjá Stimma inn á Halldór Inga Óskarsson, inn 18 ára gamla. Þetta er hans fyrsta mark í Ólistildinni. Þóri ég að fullyrða. Það var gaman að sjá hann stimpla sig inn. Einn vinstri og Þráinn á hornamanninum. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Eins og ég sagði þannig, þá er náttúrulega eðlilegt að Haukar spili á sínum styrkleikum. Þeir eru með afar þunga og hávaxna línumenn, og þegar þeir leggjast á litla eða minni leikmenn í hornunum, þá getur það verið effektíft til þess að búa til góða leikstöður. Þá Stefán Rapp komin á punktinn, búinn að skora úr fyrstu 2 vítakostunum. Setur hann væntanlega aftur á sama stað, niðri, nei, hann fer í lausan á haus. Og Jóhann Kókubata átti ekki möguleika í þennan bolta. Við þurfum bara að klára þennan leik með kassan úti og vera óhrættir kaldan haus. Þetta verði, maður sér það bara að við erum ekki að fara að fá held í neitt út í þessu leik. Frábærlega spilað. Arnar Huginn nýtti teiginn vel. Boltinn fekk að flæða. Hann hoppaði hátt upp og beið í loftinu. Staðan 6-10, 22 mínútur búnar hérna. Tjörfi hérna einhver skilaboð til Þráins Orra. Frábærlega spilað. Tjörfi með sendingu aftur fyrir bak með vinstri hendi, en Andri Fannar Elísson skaut hátt yfir. Það er nú oft gamaldags frasi. Það segir að það er aldrei hægt að skjóta undir markið, en
alltaf yfirmarkið. Svona yngri flokka þjálfara Frassi sem að glæsilega vel gert hjá Benna þetta. Fer hérna í finturinn tilbaka og er að prjóna sig í gegn. Og 2 mínútna brottvísun á Þráinn Orra. Benni fer sjálfur á punktinn. Nú verður hann að skora. Já, setur hann í gegn klofið á Aron Eira Eðvarðssyni. 7-10. Þetta er nú bara ekkert eins slæmt og þetta leit út í byrjun leiks. Við erum að koma tilbaka. Við erum einum fleiri. Haukandi taka reyndar Aron Rafn út af. Spila 6-6. Já. Og hornamaðurinn Þorfinnur Máni ætla að skipta hérna. Spurning hvort þeir fari í það sama núna. Já, Tjörvi með mikið pláss. Þetta á Jóhann að verja. Hann veit að manna best sjálfur. Það var ansi langt utan að velli. Gísli Jörgen hérna kominn inn á hornið. Aðeins og seinna gefa hann Styrmir. Arnar Steinn lætur Aron að verja frá sér. Þetta er ágætlega sett upp hjá okkar mönnum en Stimmi aðeins og seinna gefa hann. Arnar Steinn hefði fengið starri skotvingil hérna í horninu. Atli Már, hann er ótrúlega góður að keyra á varnir andstæðinganna og smeygja sér á milli. Mikinn skriðþunga. Strákur sem hefur bætt sig svakalega á síðustu árum, bara með reynslu og þar fram eftir göttunum. Var að með minni tiltölulega lengi að fá breykið hjá Val þar sem hann er uppalinn. Fór síðan í Haukana fyrir einhverjum 3-4 árum. Já, Stimmi aðeins lengra til hægri. Nei. Ég vil að sjá hann aðeins breiðar. Gísli og Benni búin að draga vel frá fyrir hann. Já. Hugmyndin frábær hjá Gísla Jörgen. Boltinn aðeins og hérna var Darri allt og setna sjá línuna. Þetta er þáttur sem að hann þarf að bæta sig í sín leik. En hann er náttúrulega bara 22 ára og hefur tekið gríðarlegum framförum síðustu 2-3 ár en já, Tjörvi hefur ekki mikið fyrir því að finna línumanninn. Fær yfirleitt 2 menn í sig og varnarmenn vita aldrei hvort hann sé að fara að gefa hann yfir eða á línuna. Já.
Já, hérna hefði Arnar Huginn átt að setja hann í fjær aftur eins og hann gerði áðan. Aron Rafn veitt hann í nær. Já, Adam Haukur allt og lengi að losa sig við boltan. Þetta vantar nokkrum hérna útispilunum sömu leikreind og Tjörvar Þorgeirsson er með. En hins vegar bætir hann þetta upp með þessu. Erfitt að eiga við þetta. Tveggja mínútna brottvísun á Adam Haug. Jæja, nú verðum við að fá gott mark í yfirtölunni. Verður gaman að sjá hvað Gulli Vanderberg fara í. Já. Óli er hérna á tvistinum. Já, og hornið. Já, ok. Óli setur hann í gólfið og fyrir slána á yfir. Og Aron Rafn skiptir, nú spila þær áfram. Taka markmann út af hérna í undirtölunni. Já. Það var einfaldlega ekkert sem lá á að taka þetta skot. Og Darra frekar spila lengur og halda áfram að gera það sem Haukarnir hafa verið að gera, að nýta sér hæð og þyngdin og línu og reyna að móka þangað inn. En hornið, já, gott. Já, vítakast. Jói mætti hérna vel á bolta og keyrði milli 1 og 2 eins og hann hefur verið drjúgur við að gera í vetur. Og það Benni að skora á minnkandi í 14-8 og gerir það með mjög góðum snúning. 14-8 í hálfleik og við tökum okkur smá hlé og komum að vörmuspori.
Þá fer seinni hálfleikur senn að hefjast. Haukarnir hérna einu færri í 34 sekúndur viðbót. Það var mjög æskilegt að fá gott mark hérna úr þessari sókn. Minkaðir í 5, byrja seinni hálfleikinn af krafti. Ég er alveg viss að Gulli hefur lesið hressilega mönnum í hálfleik. Þeir hafa alveg haft gott af því. Já. Haukar núna með fullt skipalið. Adam Haukur kemur hérna vinstra megin. Geir kominn aftur inn í hægri skiptuna eftir að Atli Már spilaði seinni part fyrri hálfleiks. Já. Virkilega vel sett upp hjá Tjörva. Kom með boltan tilbaka hérna á Adam og en verða að stíga aðeins meira út í Adam. Þegar hann kominn á þriðja skrefið. Halldór Ingi, hinn 18 ára gamli hérna á línunni. Gaman að sjá hann fá mínútur. Frábærlega spila hjá æsku vinunum Jóa og Dóra. Þeir eru búin að vera saman upp alla yngri flokka. Enn og aftur kemur Geir Guðmundsson allt og langt yfir. Veist hann fara alveg 2-3 skrefum og langt. Ég skil þetta ekki af hverju hann gerir svona mikið af þessu. Annarkvort fara bara upp fyrir miðju eða losa sig við boltan. Já, Benni hérna á miðjunni. Búinn að eiga ágætis fyrri hálfleik. Örugglega einn af hans betri leikjum í vetur. Já. Glæsilegt mark hjá honum. Þarna fer hann á manninn og fylgir sér og klárar þetta með dúndur skoti stöngin inn. Gaman að sjá þetta. Þetta gefur honum byrjundi báða vængi og sjálfstraust. Já. Þetta var ekki nægilega vel gert hjá Geir. Hann átti þarna að fara mínum að þetta einu skrefi framar en Adam Haukur frábærlega skotið á honum. Adam Haukur verið ákaflega frískur hérna. Skotin hans hafa verið að hitta vel. Andri Dagur skiptir, Óli kemur inn á línu. Já. Glæsilega gert hjá Jóa. Setur hann í nær, Aron Rafn. Já. Við þurfum að keyra. Jói. Þetta var smá glufa á að koma með strax langa sendingu úr innkastinu. Geir Guðmundsson ósáttur með dómarann. Aron Kristjáns aðeins
rökræðir hérna við hann. Já, áfram. Hreyfa boltan hratt. Benni með mikið pláss. Já. 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 Hlynur Leifsson, eftirlitsmaður, biður Gulla að róa sig. Gulli kemur með gott skot á Hlyn. Aron ofta tjá sig en hann hefur ekki verið þakkaði niður. Áfram, spila yfir hotnið. Já, vítakast. Heppnis, stimpill yfir þessu. Benni kerði þarna vel á milli 1 og 2 og fiskaði vítakast. Nú kemur Magnús Gunnar Karlsson, ungur og efnilegu markmaðurinn á. Freista þess að verja frá Benna. Og Benni skorar. Eins og ég sagði á hann, þessi leikur gefur vantarlega Benna byrjundu báða vængi. Hann komið með eitthvað 5 mörk. Og Aron hefur til þess að hafa séð nóg hérna í fyrstu 6 mínúturnar í seinni hálfleik. Og les yfir hausamótunum á sínum mönnum. Virkilega fín byrjun í okkar mönnum. Nú þurfum við bara að halda áfram uppteknum hætti. Svona komin aðeins meiri kjarkur Dug og Þór og meiri svona veljan í okkar leikmenn eftir afar svona bröðsótta byrjun þar sem var mikill svona hrollur í mönnum greinilega. Já, vel útfært hjá Haukunum. Fá hérna boltan tilbaka. Góð stóðsendingan á línu inn á Heimi Óla. Það er eiginlega bara ávísun á annað hvort vítakast eða markaði ná að hnoða inn á hann. En þetta, eins og ég sé, þetta var skemmtileg fletta hjá Haukunum. Sverrir Andrésson ekki langt frá því að verja hann hérna. Já, áfram. Já, Benni fór hérna, braut sig aðeins út úr skipulaginu.
þetta var ekki alveg það sem kannski við vildum. Við þurfum að vera aðeins þolinmóðari í okkar leik og spila aðeins lengur. Verðum að fá, við þurfum bara að hafa svolítið mikið fyrir hverju marki, það er bara þannig. Adam Haukur heldur upptöknum hætti. En við verðum náttúrulega að taka skrefið út í hann má ekki bara skjóta vild yfir okkur. Frábær klipping hérna á Jóa á nafna sinn og Jóhann reynir upp. Hörku skot og gott mark. Já, þetta var Darri skiptir. Spurning hvort þið fari. Nei. Frábært undirhandarskot hjá Tjörva. Jóhann óöppinn fekk hann í bakið og inn. Ekkert við þessu að gera. 13-19. 39 mínútur búin að setja á leik. Já, Gísli kemur hérna út. Klippi vantarlega Jóa. Nei. Já, Óli einhendi boltan þetta vel. Hefði kannski mátt að reyna að gefa sér tíma í að ná snúningnum. Það hefði verið erfitt að aðtapna sig á þessu litla plássi. Áfram, Jóhann reynir verður breiðar. Og Halldór Ingi Jónasson klárar þetta. Já, við megum ekki missa boltan svona klaufalega. 20-13. Já, Gulli tekur leikli. Þeir reyna að stöðva blæðinguna, hann og Andri Berg. Vil ekki missa þetta hérna upp í 10 marka fórskothauka. Já. 20 mínútur eftir, við höfum enga að tapa, 7 mörkum undir. Nú þarf bara njóta þess að spila handbolta og reyna að saxa eitthvað á þetta. Þurfum eigum svolítið inni frá Jóhanni Reyni. Ef við eigum að eiga séns í þessa leiki sem við erum að spila, þá verður Jóhann Reyni helst að vera með 7-8 mörk. Já, Gísli Jörgen inni. Og ég vil fá hann á Jóhann Reyni núna, já, flott. Og losaði, og hérna hefði Jóhann Reyni þurft að fara aðeins meira til hægri og losa hann að benna. Fá mögulega opnun hinum einn. Glæsilegt mark hjá Jóhannesi Berg. Skýtur hérna meðfram síðu. Já.
Tjörvi kemur aftur inn á Atla. Frábærlega útfært. Halldór Ingi klárar þetta vel. Enn sem fyrir Tjörvi Þorgeirsson potturinn og pannan í sóknarleik Hauka. Já. Jói óöppin, reynda að lauma honum yfir hausinn á hornamanni Hauka. Frábærlega gert. Nei, Gísli Jörgen reynir þarna að vippa yfir Aron Rapp. Já, þetta er eitthvað sem að strákarnir geta skoða á teipi eftir leika. Við þurfum að stíga betur út í þessar langskyttur Hauka. Þetta hefur líka verið í öðrum leikjum. Menn eru aðeins og seinir að taka skrefið út. Og Halldór Ingi klárar þetta með laglegum snúning. Fjórtán 23. Já, áfram. Já, strax á Jóhann Reyni og svo Benni með mikið pláss, Óli Riktu. 2 mínútna brottvísun og ekkert annað. Já, þetta er rétt. Fer hérna í andlitið á Benna. Darri Aronsson fær 2 mínútna brottvísun. Darri var nýlega kallaður inn í æfingahóp A-landsliðsins. Hann þarf að bæta eitt og annað í sínum leik á næstu árum til þess að vera reglulega í A-landsliðinu. Ég er viss að hann getur vel gert það. Örkuduglegur strákur. Hann hefur lent í erfiðum meiðslum. Alltaf komið fíleldur tilbaka. Aðeins 22 ára. Frábært mark hjá Jóhanni Reyni. Þegar hann fær tíma og pláss, fær að fara upp í loftið, þá er hann oft með hörku skot. Fín vörn á andra degi. Stígur hérna vel út og fer í skotendi og öxl. Já. Það sást fyrir ansi löngu síðan að Atli var ekki að leita að sendingunni yfir eða skoti. Hann var alltaf að leita að línusendingunni. Spurning hvort þetta hefði verið rétt á 2 mínútur. Ég var helst til að sjá þetta aftur til þess að koma með stóra dóm.
Hérna hefði Atli bara átt að taka eitt skrif viðbót og fara milli 1 og 2 og fara í gegn. Frábært skot hjá Tjörva. Fer hérna hátt upp með hendina og gott skot út frá hendi. Já. Frábær sending hjá Jóni Reyni en Jón Hjálmarsson brást bóðalistin þetta, hoppaði vel og hátt upp í loftið en var ekki búinn að stilla miðina eða vel. Já. Já. Aron Rapp. Það hérna skorað yfir völlinn. 25-15. Það eiginlega óþarflega langt til leiksloka, rúmar 13 mínútur. Nú þurfum við bara að reyna að lágmarka skaðan hérna. Passa okkur þetta verði ekki 17-18 marka tap. Sverrir Andrésson kemur hérna inn á. Gaman að sjá hann er búinn að glíma við meiðsli hérna í haust og var algjörlega frábær í fyrstu deildinni í fyrra. Nú þarf hann bara að stempla sig inn og koma á fullu krafti. Já. Benedikt. Gott mark. Enn og aftur erum við of seinir að stíga skrefið út í Adam. Adam er búinn að hafa ansi lítið fyrir þessu hérna í kvöld. Jói reynir, já, Jói áfram. Já, þetta er rétt. Ingvar Guðjóns dæmir hérna fríkast. Ég vil sjá okkur reyna að spila ennþá breiðar á vellinum og maður reyna helst forðast að sækja inn á miðuna á móti Haukunum. Sem mesta hæðin er og mesta þyngdin. Jæja, þá hleypur hérna Ingvar dómari með boltan út af, skiptir með bolta. Já, áfram, glæsilega gert hjá Jóhanni Reyni. Fer hérna upp í loftið og dribblar rétt á hann og lendir. Góð tímasetning hjá honum og vel gert hjá honum. Það er bara Benni að skora og safna mörkum á sinn markareikning. Þetta var vægast sagt afleitt vítakast.
Já. Já, Atli Már fer á þetta á skriðþunganum. Ól segur leikmaður. Já, einhver dæmi að Þránóri hafi verið lentur. Tjörfi hefur svo lítið fyrir þessu, hann fíblar varnamennina alveg hægri vinstri. Kemur með no-look sendingar. Trekk í trekk. Menn varnamennir sjá þetta seint og illa. Hvað hann ætlar að gera. Verðast ekki lesa þetta. 16-27. Róma 9 mínútur eftir. Já, við þurfum að klára þetta með sæmt hérna. Síðustu 9, komast yfir 20 mörk. Já, Dóri laus. Frábær rykking hjá Halldór Inga Óskarsinni. Jó, reynir með góða sendingu inn á hann. En fyrst og fremst mjög vel tímasettir rykking hjá Dóra, 18 ára gamall, uppalinn í Víking. Þetta gefur honum klárlega mikið sjálfstraust. Þá kemur leikmaður númer 18, Sigurður Jónsson. Alls óskyldur Sigga Jóns upp á Skipaskaga. Nei, ég segi svona. Svo annar leikmaður komin inn á, Róbert Snær Örvarsson. Þetta eru vantilega strákar í Haukum U sem að Einar Jónsson og Björgvin Rúnarsson að þjálfa. Bara að gera hjá Aroni Kristjánsa. Sleppa þeim lausum inn á völlinn í þessari stöðu. Þetta 10 marka forskot og 8 mínútur eftir. Já, það er áhört að sjá hvað Róbert Snær, leikmaður númer 19, gerir. Þetta er hávaxinn strákur og hann virkar með ágætis hreyfingar. Hvort að hann nái að lauma inn 1-2 mörkum inn í lokin. Já. Rúm mínúti að við verðum með fullskipalið. Við ákveðum að taka ekki markmann út af. Ég held að það sé bara mjög skynsamlegt ykkur að ekkert að vera að fá einhver mörk yfir allan völlinn. Já. Já, Geir Guðmunds upp þarna á öfum fæti. Skora gott mark. Undir klófið á Sverri. Já, áfram. Já. Nú þurfum við bara
reyna kannski að tróða meira inn á Halldór Inga Óskarsson. Hérna hefði Benni getað komið með gólsendingun á Dóra sem var milli 2 og 3. Tvisturinn steig aðeins út í hann og þristurinn vildi ég sagt hafa og Já, Stimmi skjóttu bara að sjálfsögðu. Halldór Ingi Óskarsson. Það er pláss. Og rýmið hérna fyrir hann. Já. Andri Fannar bauð Geiru upp á að koma í klippinguna. Já, þetta var ekkert svo galið hjá Róberti Snæ. Nú voru margir af ungu leikmönnum Hauka komin inn á. Já, aftur Róbert með fína línusendingu hérna inn á Þrái Norra. Já. Já. Já, ég held að þetta sé Þetta er Geir Guðmundsson Fox Síllur hérna. Styrmir Sigurðarson Ljúfusson Lamb. Það var aldrei ásetningur hjá honum. Þarna hefur Geir bara átt að koma með boltan yfir í staðins að fara á milli 3 leikmanna hérna. Ég vona að hann verði ekki mér reiður fyrir að segja þetta, en hann hefur frekar átt að vera reiður út í sjálfan sig að gefa hann ekki yfir. Já. Geir Guðmundsson, fílhraustur strákur að norðan. Það er ungur byrjar að spila með Akureyri handboltafélag. Uppalinn Þórsari. Fór síðan í Val, gerði góða hluti þar. Spilaði síðan í Frakklandi í nokkur ár, kom heim við Hauka fyrir síðasta tímabil. Já, Gísli Jörgen óöppinn. Magnús Gunnar Karlsson. Já. Róbert Snær. Fer hérna í djúpa einfalda fintu og skorar. 30-18, 3 mínútur eftir að leiknum. Vel spilað hjá Gísla Jörgen, fer hérna í dönsku sendinguna svokölluð og Arnar Gauti Grettisson klárar þetta vel í fjárhóttni, gólfvöðin. Já, vel spilað hjá Sigga Jóns. Atli byrjaði þetta, fekk hálfamann í sig og Sigurður Jónsson losaði hárréttum tíma. Já, ég sé að Haukarnir þurfa ekkert að kvíða framtíðinni. Það eru stórir og hraustir drengir að koma upp hjá þeim. Þeir fá hérna mikilvægar mínútur.
Og svo reynum að fá eitt mark á Dóri. Benni með frábært mark. Eins og ég sagði hann, Benni verið bara, þetta hans besti leikur í vetur, þori ég að fullera, og þarf hann bara klárlega að tengja þessa frammistu inn í næstu leiki. Það eru margir mikilvægir leikir framundan hjá Víking. Leikir sem við getum vel náð einhverju út úr. Já. Já, þetta er rétt. Fótur. Þetta er að fjara út hérna. Mínúta eftir 20-30. Frábærlega að spila hjá Atla. Laumar hann með í gólfið og inn á Þorfinn Mána Björnsson. Dóri heldur áfram að reykja hérna. Já, kottum Benni. Takk ég mynda brottu síðan hérna. Aftur hefði ég viljað sjá gólsendinguna hjá Benna. Hann er búinn að draga í sig aukamann og droppa honum inn á Halldór Inga sem er búinn að taka sér stöðu á tvistinum. Það hefði það verið í vítakast eða hreinlega mark. Já. Já. Virkilega góð varsla hjá Magnúsi Gunnari Karlssyni. Þetta er strákur sem með langar hendur og langar lappir, klálega mikið efni. En loka töluleiksins 31-20. Þetta var mjög erfitt í dag enda Haukarnir gríðarlega massífir. Góða vörn og markvarslu og með manni svo Tjörvar Þorgeirsson sem að algjör prímusmótor í þeirra leik, algjör heili, gerir mennina í kringu sig betri. En eins og segi 31-20 lokatölu leiksins í kvöld og við bara þökkum kærlega fyrir útsendinguna og þökkum þeim fjölmörgu sem voru að horfa á, verið áhorfið og minnum bara á næsta leik. Fullt að leikjum framöndan hjá bæði kvennaliðinu og kallaliðinu, þannig að haldið áfram að stilla inn og fylgjast með. Við þökkum fyrir kvöld. Takk.